Útdauðar tegundir eru lífverutegundir sem eru bara ekki til lengur, eru horfnar. Það eru til dæmi útdauðar tegundir sem við söknum svo sem ekkert, til dæmis sem valda sjúkdómum, en það eru aðrar sem við værum alveg til í að hafa áfram. Risaeðlurnar eru náttúrulega útdauðar. Maðurinn hafði ekkert með það að gera því að maðurinn var ekki til sem tegund þegar risaeðlurnar dóu út fyrir 65 milljónum ára. Fyrstu mennirnir, þá vorum við að tala svona frum menn, komu fram fyrir 2 til kannski 2,5 milljón ára síðan. Íslendingar drápu einn fugl þangað til að var ekkert eftir á honum, fengu smá hjálp frá öðrum náttúrulega líka. Það var geirfuglinn, stór svartfugl sem lifði meðal annars í kringum Ísland. Dódófuglinn, stór dúfa sem átti heima á eyjunni Máritíus. Þetta voru fuglar sem var auðvelt að veiða. Við getum talað mammúta, þeir dóu út að einhverju leyti manninum að kenna, en það voru svo sem fyrir svolítið löngu síðan ekki menn í dag sem drápu þá. Flökkudúfa var einn algengasta fuglategund sem til var. Þær flugu sléttur Norður-Ameríku gríðarstórum hópum. Bæði með því að skemma heimkynni þeirra og skjóta þær gegndarlaust, þá voru þær útdauðar í byrjun 20. aldar. Tasmaníu tígur, ekki Tasmaníu skolli, þetta er ekki Tasmanian devil á ensku, hann er ennþá til. Ekkert langt síðan ég sá eitt svoleiðis í dýragarði. En Tasmaníu tígur var svona líktist eiginlega eins og úlfi, svona grönnum úlfi með smá svona tígrisrendur. En það voru bændur á Tasmaníu sem að drápu hann í byrjun 20. aldar.